Slitastjórn Glitnis hefur höfðað mál gegn Guðbjörgu Matthíasdóttur og krefst riftunar á hlutabréfaviðskiptum sem gerð voru rétt fyrir hrun. Slitastjórn Glitnis hefur höfðað mál gegn Guðbjörgu Matthíasdóttur útgerðarkonu í Vestmannaeyjum og krefst riftunar á hlutabréfakaupum sem gerð voru 3 dögum fyrir þjóðnýtingu Glitnis. Þorbjörn Þórðarson. Í september 2007 keypti Glitnir nærri 40% hlut í tryggingamiðstöðinni fyrir 20 milljarða króna af Guðbjörgu Matthíasdóttur og fleiri fjárfestum og seldi hlutabréfin síðan áfram til annarra. Hluti af kaupverðinu var greiddur með hlutabréfum í Glitni en samtímis var gerður samningur sölurétt á bréfunum sem var virkur ári eftir að viðskiptin áttu sér stað. Ekki er ofsögum sagt að Guðbjörg Matthíasdóttir hafi verið stálheppin þegar að bankarnir hrundi í október 2008 því aðeins 3 dögum fyrir þjóðnýtingu Glitnis seldi hún 1,71% hlut sinn í bankanum fyrir 3,5 milljarð króna. En hún var að nýta sér sölurétt sem hún hafði gert og samið ári áður. Engin annar hluthafi á lista yfir 20 stærstu hluthafana seldi bréf sín vikunni fyrir þjóðnýtinguna. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur slitastjórn Glitnisbanka ákveðið að höfða mál gegn Guðbjörgu vegna þessara viðskipta og krefst riftunar á sölu hlutabréfanna að hluta, en Glitnir tók ákvörðun málsöguna eftir að Guðbjörg sinnti ekki áskorunum greiðslu. Ekki er grunur saknæma háttsemi og Glitnir að láta reyna á riftunarreglur í gjaldþrotalögum en krefjast má riftunar á greiðslu á síðustu 6 mánuðum fyrir frestdag í ákveðnum tilvikum. En frestdagur sá dagur sem fyrst var óskað eftir greiðslustöðun. Slitastjórn Glitnis telur að Guðbjörg hafi með sölu hlutabréfanna fengið réttindi umfram aðra og kröfuhöfum bankans hafi þannig verið mismunað. Krefst Glitnir leiðréttingar á kaupverði og vill mismun á verðinu sem Guðbjörg seldi hlutabréfin á og gengi bréfanna í kauphöll daginn sem viðskiptin áttu sér stað, hinn 27. september 2008. Samkvæmt heimildum fréttastofu hleypur fjárhæðin á milljörðum króna. Stefnan var birt nú í vikunni og verður hún þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur á þriðjudaginn. Steinunn Guðbjartsdóttir, formaður slitastjórnar Glitnis, vildi ekkert tjá sig málið í samtali við fréttastofu. Þá vildi Sigurbjörn Magnússon, lögmaður Guðbjargar, ekki tjá sig þegar eftir því var leitað.